Dásamlegt að fá þetta, við skulum gefa hún gott klapp. Og þeim þremur sem að sjá tónlistina hjá okkur í kvöld. Gott að hafa ykkur alla með og velkomin þið sem að fylgist með í beinu streymi. Verið þið líka velkomin og við hvetjum ykkur til að senda óskir fyrirbænir inn á lindakirkja@lindakirkja.is því það trúfastur hópur sem að biður fyrir öllu því sem okkur berst. Og ykkur sem eru með í kirkjunni í kvöld, gott að hafa ykkur. Við skulum hefja þessa stund formlega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Thank you.
Fyrri ritningalesturinn kemur úr Mósebók, 8. kafla. Hafðu hugfast hvernig Drottinn Guð þinn leiddi þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Hann gerði það til að beygja þig og reyna þig, til þess að komast í raun hvað þú hafðir í huga, hvort þú hygðist halda boðorð hans. Hann auðmýkti þig með hungri en gaf þér síðan manna að eta sem hvorki þú né forfeður þínir þekktu. Hann vildi gera þér ljóst að maðurinn lifir ekki á einu saman brauði, heldur hverju því sem framgengur af munni Drottins. Það lesa síðustu línuna aftur. Guð vildi gera þér ljóst að maðurinn lifir ekki á einu saman brauði, heldur hverju því sem framgengur af munni Drottins. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn úr Rómverjabréfinu. Réttlæt af trú höfum við því frið við Guð sakir Drottins vors Jesú Krists. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninni dýrð Guðs, en ekki aðeins það. Við fögnum líka í þrengingum, þar að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. En vonin bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur er gefinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Þá bið ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa á sætum við heyrum heilagt Guðspjall sem ritað hefur Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Jesús mettar yfirskriftin. Eftir þetta fór Jesús yfir Galileu vatn eða Tíberías vatn. Mikill fjöldi manna fylgdi honum því að þeir sáu þau tákn hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus: hvar eigum við að kaupa brauð svo að þessir menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum: brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki, svo að hver fengi lítið eitt. Annar lærisveina hans, Andrés, bróðir Símonar Péturs, segir þá við hann: hérna piltur sem með 5 byggbrauð og 2 fiska, en hvað það handa svo mörgum? Jesús sagði: látið fólkið setjast niður. Þarna var gras mikið, menn settust nú niður 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum, svo mikið sem þeir vildu. Þegar fólki var orðið mett, segir Jesús við lærisveina sína: safnið saman leifunum svo að ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur með leifum, byggbrauðana 5 sem gengu af hjá þeim neitt höfðu. Þegar þeir sáu táknið sem hann gerði, sögðu þeir: þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gera hann að konungi og vék því aftur upp til fjallsins einn síns liðs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Og við stöndum áfram og játum okkar heilögu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til læma lífendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilara, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Ríkis Guðs
Já, í dag erum við að íhuga svolítið þessa þekktu kraftaverka frásögu. Þegar að ungi drengurinn kemur með brauðin, þar sem að þeir voru komnir út fyrir bæinn og ekki auðvelt að fá mat og allir orðnir svangir og áliðið, og Kristur tekur brauðin, þakkar þau og allir fá að borða og það verður mikill afgangur engu að síður. Og þetta er mjög ótrúleg saga, sannlega. Stundum þegar fólk sem að er ekki trúað, maður þekkir, spyr mann, en hvað, trúir á kraftaverk? Heldur að geti alveg orðið kraftaverk? Og maður segir, já, mér langar svo að trúa því. Mér finnst gott að vona að Guð geti gert eitthvað sem við mennirnir getum ekki gert. Þá fær maður stundum svona svip, og þá bara líka jólasveinin og tannálfinn og allt saman. Nei, kannski ekki. Og auðvitað er þetta sérstakt að trúa því að það hafa orðið þetta kraftaverk. Það er líka þannig að við eigum erfitt með að trúa svona kraftaverkum. Og guðfræðingar í gegnum tíðina hafa reynt að útskýra þessa biblíusögu á þann hátt að kannski hafi það í raunu gerst að flestir hafi verið með nesti með sér. En ekki kunna við að taka það upp, kannski ekki margir aðrir með nesti. Það er dónalegt að fara að borða þegar allir aðrir eru svangir. En að þessi ungi strákur, hann bara kom með það sem hann átti og sagði, er þetta eitthvað? Getur þú gert eitthvað með þetta? Og það er sérstaklega tekið fram í Jóhannesguðspjalli að þetta var byggbrauð. Og byggbrauð var svona heila fátækra matur. Það ódýrasta sem þú gast fengið. Og Kristur kemur og tekur þetta, en þá hafa þeir útskýrt þannig að leið og þau sjá, strákurinn er búin að koma með brauðið sitt. Ég á nú reynda líka brauð, og flestir hafi bara verið með nesti og þess vegna hafi verið nóg til. En að þetta frumkvæði stráksins hafi orðið til þess að hann var svona fyrirmynd og allir sáu við þurfum að gefa með okkur. Það getur vel verið að þetta sé skýringin. En mér finnst svo gott bara að lifa í þeirri trú að Guð geti líka gert kraftaverk. Og ef við trúum því að lífið eigi sér upphaf í Guði, að Guð hafi gert heiminn, alheiminn úr engu, að Guð hafi fært sig nær okkur í Kristi og alla frásagnirnar sem eru í Jóhannesguðspjalli og hinum guðspjallunum þessi tákn, þar sem fólk hægt og rólega átt að segja að hann er að gera einhver kraftaverk, að þá breytist lífið á suma leyti. Það verður einhver von sem myndast og það er gott að geta, finnst mér allavega, létt í á sér. Ég hef miklar áhyggjur af þessu, ég á engin ráð, en Guð, getur þú komið hérna að með lækningu? Getur þú komið með eitthvað sem stækkar og gerir ástandi betra? Þess vegna gleymi ég aldrei þegar ég var unglingur og á unglingsárunum hafi verið stríðið í Júgóslavíu, þegar kom frétt af manni sem var að selja gullfiska til styrktar uppbyggingar eftir stríðsátökin. Og hvernig var sagan? Jú, hann var með lítið fiskabúr og þegar hann þurfti að flýja stríðshrjáð heimilið, að þá labbaði hann að vatni sem var svona vatni í hverfinu sem hann bjó í svona útkverfi eða sveitinni, og setti bara fiskan. Ég get ekki gefið mig að sjá, bara Guð, þú verður bara að gera það. Og setti þá, og svo þegar þeir komið tilbaka einhverjum 2 árum síðar, þá var það orðið troðfullt af gullfiskum sem að síðan voru seldir víða og mörgum fannst gott að kaupa því að það styrkti uppbyggingu eftir stríðið. Hann kom með eitthvað lítið og það varði eitthvað mikið úr. Og fyrir mörgum var þetta svona táknræn saga vonar. En ég las líka
þessa góðu áminningu sem ég finnst svo gott í Guðs orði, það sem sagt: ég vildi gera þér ljóst að maðurinn lifir ekki á einmunu saman brauði, heldur á hverju því sem framgengur á munni Drottins. Við þurfum á því að halda í mannlegu samfélagi að heyra hvernig við eigum að koma fram, að við séum elskuð eins og við erum og að í orði Guðs sé eitthvað sem við fáum ekki annar staðar. Og við höfum oft talað um þetta og minntst á þetta og við áttum okkur á því að í nútímanum svo mikið verið að halda að okkur alls konar boðskap, við erum að eiga þetta og hitt. Og einu sinni fór ég og ferðaðist og þá var það í borg þar sem var bannað að hafa auglýsingar í jarðakerfinu. Og þá var eiginlega þá sem ég fattaði hvað mikið áreiti af öllum auglýsingum. Þegar maður oft komið í einhver neðanjarðakerfi og maður að fara upp rúllustígana og þá var allt í einu búið að reyna að selja manni 15 síma, 10 leikhús, veit ekki hvað og hvað. En þarna þegar maður fór upp rúllustígan, þá var maður allt í einu bara að horfa á fólki í kringum sig og hvað var fallegar flísar hér og þar og listaverk í loftinu. Maður fór allt í einu að taka eftir einhverju öðru. Og í nútímanum held ég að stundum sé okkur gott að heyra bara það sem kemur fram af munni Guðs. Og helgin erum við búin að ferma 87 börn og hvert og eitt þeirra fékk eitt fermingarvers sem að við trúum að gekk fram af munni Guðs. Og mér langar núna að við lokum bara aðeins augunum og sjáum og heyrum hvort að eitthvað af fermingarversunum kannski talar inn í okkar aðstæður. Einhver uppörfun þar sem getur orðið byrjun á einhverju kraftaverki innra með okkur eða einhverju fullvissu. Og þau munu bara poppa svona upp. Guð fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigraðu illt með góðu. Það var talað það í fyrsta textanum áðan að þeir höfðu orðnir á eyðimerkurgöngurnir Ísraelsmenn þreyttir og svangir, en þá fengu þeir manna af himnum ofan. Og það svona ákveðið náttúrufyrirbrigði sem að dreifist svona eins og korn sem eru fæða, og þetta höfðu ekki séð áður. Og í dag þá köllum við þetta mannakorn, og það til hljómsveit sem það þekkt var og sem hefur nafnsitt af þessu, en við notum þetta líka þegar við komum að svona lítilli ösku með litlum miðum og okkur vantar einhverja styrk úr biblíunni, þá getum við dregið eitt mannakorn, af því það getur gefið okkur styrk. Og þetta kannski svolítið eins og það. Maður getur farið inn á biblian.is, maður veit ekki hvað lesa og bara ítt og þá smellist og þá kemur einhver texti upp fyrir mann og svo smellir maður aftur og þá kemur nýr. Og það sem ég að lesa núna kannski eins og einhver andleg fæða fyrir þig. Hér eru fleiri vers. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem með styrkan gerir. Svo segir Drottinn, spyrjið hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þið finnið sálum ykkar hvíld. Jesús segir, ef þú trúir, muntu sjá dýrð Guðs. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Komið þið til mín, öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita ykkur hvíld. Jesús sagði, elska skaltu Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Drottinn hlutskipti mitt og ég hef ákveðið að varðveita orð þín. Þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn frá Guði kominn
og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Mér langaði að deila þessum orðum með ykkur í þeirri von og vissu að þau gefi eins og heimurinn gefur ekki, að þau séu andleg fæða og brauð sem að nærir okkur andlega. Því ekki lifir maðurinn á einu saman brauðinu, hann þarf líka það sem að gengur fram af munni Guðs. Höfum það hugfast og byggjum Guð að stækka kærleikann og fjölga kraftaverkunum í líf okkar. Amen. Þá komið að bænastundinni hjá okkur hér í Lindakirkju og við höfum alltaf þann háttinn á að það hægt að standa úr sætinu, kveikja á bænakerti
eða að skrifa niður bænarefni sem að ykkur býr í brjósti, kannski eitthvað sem þið hefur áhyggjur af og viljið láta biðja fyrir, eða eitthvað gott sem að þið viljið þakka fyrir. Hvort heldur þá er gott að skrifa það niður og setja í raufina hér á bænabóksinu. En einnig líka hægt að senda á Lindakirkja bænarefni og síðan má líka bara sitja í sætinu og biðja sínar bænar þaðan meðan að sungið er. Jesus, þig við lofum og þér lútum, við lyftum höndum okkar og við upphefjum þitt nafn. Jesus, þig við lofum og þér lútum, við lyftum höndum okkar og við upphefjum þitt nafn. Þú mikill máttarverk þín stórkostleg, enginn jafnast á við þig, enginn jafnast á við þig. Þú mikill máttarverk þín stórkostleg, enginn jafnast á við þig, enginn jafnast á við þig. Jesus, þig við lofum og þér lútum, við lyftum höndum okkar og við upphefjum þitt nafn. Jesus, þig við lofum og þér lútum, við lyftum höndum okkar og við upphefjum þitt nafn. Þú mikill máttarverk þín stórkostleg, enginn jafnast á við þig, enginn jafnast á við þig. Þú mikill máttarverk þín stórkostleg, enginn jafnast á við þig, enginn jafnast á við Guð, takk fyrir að við fáum að koma saman í þínu húsi og lofa þig og ákalla. Þú þekkir þau bænarefni sem á okkur hvíla, þær áhyggjur sem þjaka, og nú biðjum við fyrir því sem liggur okkur á hjarta. Við biðjum sérstaklega fyrir þeim bænarefnum sem okkur hafa borist. Við biðjum fyrir öllum þeim sem glíma við sjúkdóma og vanheilsu. Þú þekkir áhyggjur þeirra og ást vina og við leggjum þau í þínar hendur í vonum lækningu þeim til handa. Vaktu yfir læknaliði og hjúkrunarfólki. Svo biðjum við líka fyrir öllum þeim sem eru föst í klóm fíknar af hverju tagi sem er. Við biðjum þig að veita þeim frelsi úr klóm fíknarinnar. Við leggjum líka í þínar hendur
styrjaldir og stríð í heiminum. Komdu með friðflytjendur inn í þessar aðstæður og gefðu að friður megi ríkja. Hjálpaðu okkur að taka vel á móti þeim sem koma frá stríðshrjáðum löndum. Opnaðu augu okkar fyrir neyð náungans. Við biðjum líka fyrir þeim sem syrgja og sakna. Komdu til þeirra með þinn frið og fullvissu að þau sem farin eru hvíli nú örugg í þínum faðmi. Svo segjum við saman bænina sem Jesú kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og venjan er alltaf svo að við erum send út með blessunarorðin, en að þessu sinni verða þau sungin fyrir okkur. Gjörið svo vel. Drottinn blessi þig og varðveiti. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, sínu augliti upplyfti yfir þig og gefi þér frið. Drottinn blessi þig og varðveiti. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, sínu augliti upplyfti yfir þig og gefi þér frið. Þá vil ég bara lokum þakka ykkur aftur fyrir þáttökuna og minna á að það er safnaðarstarfið í vikunni, vinavoðið á morgun og svo halda fermingarnar áfram næstu helgi og sunnudagaskólinn er næsta sunnudag klukkan 11 og svo verður guðsþjónusta hér kvöldið líka klukkan 20. En förum í friði Guðs og þjónum Drottni.